kemur löng sending fram á Anthony Karl Gregory og hann að vinna boltann af Valsmanni, brunar upp vinstri vænginn og reynir skot. Sævar Jónsson spyrnir frá en Anthony Karl Gregory nær boltanum aftur og skorar fyrsta mark leiksins strax í upphafi og þetta mark kom eins og köld vatnsgusa framan í Valsmenn og má eiginlega segja að þetta hafi verið framhaldið af þrumum og eldingum gærdagsins. Anthony Karl með skot, Sævar Jónsson ætlar að hreinsa frá marki en boltinn best til Anthony Karls á nýjan leik og hann skorar fyrsta mark leiksins. Og hér eru Valsmenn með boltann, Ingvar Guðmundsson og þarna Atli Eðvaldsson. En KA-menn voru liprir í vörninni og þarna Þorvaldur Örlygsson með boltann og KA-menn með sókn, Anthony Karl og sendir boltann á Þorvald Örlygsson upp vinstra megin eins og áðan og Þorvaldur hyggst gefa fyrir en boltinn hafnar í markinu. Guðmundur Baldursson ekki að verja og KA-menn hafa náð 2 marka forystu strax á fyrstu mínútum leiksins. Þorvaldur ætlar að senda boltann fyrir en sendingin og vinarlega og boltinn hafnar í markinu. 2 mörk gegn engu, KA í virr. Og fór nú að fara Valsmenn sem að fjölmenntu á völlinn sinn að Hlíðarenda og hér Þorvaldur Örlygsson enn á ferð. Sendir inn á Bjarna Jónsson. Bjarni kominn í gott færi en skýtur yfir Guðmund Baldursson og yfir markið og þarna munaði ekki miklu að KA-liðinu tækist að skora 3. markið. En hér Ingvar Guðmundsson með hörkuskot, skýtur í gegnum varnarvegg KA-manna og nær að minnka munin í 2 mörk gegn 1. Gott mark hjá Ingvari, hörkuskot og Haukur Bragason í markinu nær ekki að verja þetta. Staðan þó orðin 2 mörk gegn 1. Og hér eiga KA-menn aukaspyrnu og kemur hár bolti inn í vítateiginn og brotið á einum leikmanni KA og dæmd aukaspyrna. Og þegar hér komið sögu eru ekki liðnar nema 10-12 mínútur af leiknum. Hér eru það þeir Gauti Laxdal og Bjarni Jónsson og Jón Kristjánsson hann með 4 sem að stilla boltanum upp. Og það Þorvaldur Örlygsson sem skýtur og skorar, lyftir boltanum yfir Valsvörnina og Guðmund í markinu og staðan þá orðin 3 mörk gegn 1 norðanmönnum í virr. Og var nú farið að fara heldur betur Valsmenn. 15 mínútur liðnar af leiknum og staðan 3 mörk gegn 1. Vel tekin aukaspyrna, Þorvaldur lyftir boltanum undir markslána og Guðmundur Baldursson kemur ekki neinum vörnum við. Hér það Sigurjón Kristjánsson og Magni Blöndal. Sigurjón fær boltan aftur og þá það Ingvar Guðmundsson hér á hægri vængnum og Valur Valsson. Freyþrúður Hermannsson til varnar. Valur lyftir boltanum inn í teiginn og þar eru þeir Valsmenn í færi og það er Sigurjón Kristjánsson sem nær að minnka munin í 1 mark. Valur 2, KA 3. Það er Valur Valsson sem lyftir boltanum inn á vítateiginn og þar náður að skallan Jón Gretar í boltanum en Sigurjón Kristjánsson nær til hans og skorar annað mark Valsmanna. Og hér sjáum við umdeilt atvik. Þorvaldur Örlygsson, leikmaður KA, spyrnir boltanum frá staðnum þar sem var búið að dæma aukaspyrnu og dómarinn vísar honum af leikvelli en Þorvaldur hafði áður fengið gult spjald fyrir brot og þar með urðu KA-menn að leika einum leikmanni færri. Og hér eru Valsmenn í sókn og skora jöfnuna markið. Það er Valur Valsson sem að skorar eftir hornspyrnu Sigurjóns Kristjánssonar. Boltinn barst þarna yfir KA-vörnina
og Valur náði að skora þriðja mark Valsmanna og staðan forðin 3 mörk gegn 3. Þetta var í upphafi síðari hálfleiks. KA-vörnin ekki vel á verði, Valur þarna á auðum sjó og nær að skora þrátt fyrir góða tilburði Hauks Bragasonar í marki norðanmanna. Og bjögust nú flestir við því að Valsmenn myndu bæta við fleiri mörkum, enda voru þeir manni fleiri. Og hér Atli Eðvaldsson kominn í sókn fyrir Valsmenn. Leikur þarna skemmtilega á 3 KA-leikmenn, sendi boltann inn á vítateig og þar Jón Grétar Jónsson í góðu færi og skorar 4. markið og fagnar hér innilega. Valsmenn búnir að skora 3 mörk í röð og breyta stöðunni sér í vil, staðan 4 mörk gegn 3. Virkilega vel gert hjá Atla Eðvaldsinni. Munar nú samt ekki miklu að hann missi boltan aftur fyrir sig og nær að senda fyrir Jón Grétar Jónsson, sveiflar vinstra fæti og skorar 4. mark Valsmanna. Og það voru Valsmenn sem áttu hættulegri færi í seinni hálfleik og hér sjáum við eitt stíkt færi í uppsiglingu, hörku skot, Haukur Bragason að verja og KA-menn kom á boltanum af hættusvæðinu. En þarna voru þeir heldur seinir og Valsmenn með hörku skot en boltinn fer vel framhjá. Og hérna sjáum við ljótt brot. Hilmar Sighvatsson fær gula spjaldið fyrir að hafa sparkað þarna í Bjarna Jónsson. Og hér sjáum við annað gult spjald í leiknum. Það að þessu sinni Erlingur Kristjánsson sem fær það fyrir að stöðva Jón Grétar Jónsson illa. Og þrátt fyrir að Valsmenn ættu hættulegri færi í seinni hálfleik þá tókst þeim ekki að bæta við fleiri mörkum. Hér sjáum við Atla Eðvaldsson í sannkölluðu dauðafæri og hreint ótrúlegt að hann skildi ekki skora. Og hér Bjarni Jónsson á ferð fyrir KA-liðið, sendir aftur og KA-liðið gerði örvæntingafulla tilraun til þess að jafna undir lokin einu manni færri. En það tókst ekki og leiknum lyktaði með sigri Valsmanna 4 mörkum gegn 3.